Sælveriði, Ívar hérna, flugusmiðinni, og eru velkomin á Rásina. Í kvöld ætla ég að hnýta fyrir ykkur flugur sem heitir Green Butt, eða Black Bear. Og þetta er fluga sem er orðin ansi nafntoguð, virkar vel í laxveiði. Við notum í þetta svartan 8.0 tvinna úni og krók, Arex krók sem er hefðbundin tvíkrækja, númer 8. Og þeir eru hérna krókarnir. Þessi lítur svona út. Þessi standard doppel Arex hörku krókar. En við byrjum á því að festa á þessa flugu silfur, sem er ávallt silfur. Og ég er að nota svona ávallt úni silfur í þetta og við búum til broddinn úr því. Og þegar því er lokið þá förum við að eiga við stélið á henni. Þetta má fara aðeins lengra hérna, svona. Ég stóð í þeirri meiningu að það ætti að vera gullfasani í stélinu á þessari flugu. Það er að segja hausfjöður af gullfasana hún er ekki þannig samkvæmt bók. Það er svo sem verður að hafa það. Allt í lagi. Sjá, það koma hérna svona. En það má vissulega hnýta hana þannig og ég hef séð hana hnýta með gullfasana í staðinn fyrir svarta stélinu. Og broddurinn, hún kom með broddinn á fluguna, þá kemur buttinn, eða hinn hlutin á rassinum á henni, sem er sem sé þetta græna flós hérna, er nokkuð glóbrætt flós. Það fer hingað cirka. Svo kemur stélið á hana eftir það. Og þetta er dálítið einkennandi fyrir þessu flugu, en það heitir hún Green Butt með grænan rass. Þetta svona burtu og þetta. Því næst kemur stél á þessu flugu og það er svartur hani sem bara venjart einfaldur hani og stélið má ná svona, já, skjæðist eftir að þetta svona. Alltaf að nýta fjöðrina eða þetta hérna niður svona. Því næst kemur á fluguna svart flós í búkinn og við erum að nota úniflós í hann, en það kemur líka allt aftur ávallt silfur sem er vöfin á fluguna. Við bregðum silfurinu fyrst á, svo kemur flósið þar á eftir. Burtu svona og klippa þessar sem standa hérna og einhvern veginn pirra mann. Það sé ekki allt beint og rétt, en þá vefjum við sem sé svarta flósinu utanum, búin til búkinn á fluguna. Og þetta er ein af þessum laxaflugum sem eru tiltölulega einfaldar í nýtingu en gefa stífilegt góða veiði. Þá er þetta bara orðið svona.
Svo kemur vöfin. Notum fjaðurklemmuna hérna í þetta til þess að stjórna betur hvað er að gerast með vöfina. Þetta eru svona 4 hringir sem við tökum með silfrinu. Þannig við festum það niður. Þá er það svartur hanið sem sé í skeggið. Einhvern veginn svona, svo er og þetta bregði yfir þetta svona nótum eða vafningum þannig að þetta verði til friðs. Svo klippum við undan hérna í burtu og snúum þessu á réttan kjöl aftur og þá er ekkert eftir nema vængur og við notum svartan íkorna sem er svona venjart íkorni, gríðarlega næs að vinna með. Mælum þetta út, tökum undir hárin í burtu eins og ég ger alltaf hérna bara svona og svo mælum við þetta út endanlega. Þannig að þetta beri svona sirka við skottið, þá erum við að tala væng sem er eitthvað svona langur sirka. Hvað er kringum þetta? Lakk á íkornaskottið. Lökkum við þetta hérna að sé við. Smá smita lakki, þetta breytir miklu þegar við vinnum með efnið. Það er allt miklu þægilega að eiga við. Þá helst þetta saman sjáðu. Og er þetta til friðs líka. Og nú má taka aðeins á vafningnum, herða aðeins á og upp úr þessu mótum við bara hausinn á flugunni. Þá er þetta bara komið. Green butt. Skellum við á þetta hnút og förum svo í málingavinnuna. Við má þetta 2 hnúta og bregðum á þessu. Bregðum á þetta smá lakkslummu til þess að þetta verði til friðs allt. Og þið munið það er ekkert að því að laxaflugur tvisvar. Eiginlega bara allar flugur. Það fái flottari haus og betri haus og meiri líftíma. En með við skellum á þetta lakki þá ætla ég bara að þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og þið megið endilega gerast áskrifendur á rásinni. Okkur vantar fleiri áskrifendur til þess að stækka. Þið megið deila vídeóunum og láta fólk vita á rásinni sem vitið að geta haft áhuga. En annars eru við bara góð í bili. Þá erum við Green Buttin hérna kláran í slagi næsta sumar. Ég þakka ykkur enn og aftur fyrir áhorfið og við sjáumst hress og kátt í næsta vídeói.